Verið velkomin á námskeið í tæknigreiningu. Ég heiti Björn Berg og ég er fræðslustjóri VAFÍB og við erum að halda áfram núna fullum krafti námskeiðum sem eru þáttur í fræðslu átaki hjá VAFÍB, Kauphöllinni, FKA og Naskar Investments. Og við síðasta vor og núna í upphafi þessarar annar verið að bjóða upp á grunnnámskeið. Bjóða upp á grunnnámskeið í hlutabréfaviðskiptum og svona hvernig við hegðum okkur við fjárfestingar og munum svo bjóða upp á grunnnámskeið í skuldabréfum. Við ætlum líka að færa okkur aðeins upp á skaftið og bjóða upp á námskeið svona fyrir lengra komna. Vorum með námskeið í lestri og greiningu ársreikninga daginn, munum bjóða upp á námskeið í ítalegri greiningu ársreikninga núna bara innan skams. Og í dag ætlum við að bjóða upp á, eins og ég nefndi, tæknigreiningu, sem er fag sem hefur kannski ekki farið mikið fyrir á Íslandi, bara almennt og sérstaklega kannski ekki frá hruni, en er gríðarlega skemmtilegu vinkill á greiningar á hlutabréfamarkaði. Og við höfum fengið okkar bara helsta sérfræðing hjá Íslandsbanka sem er Ármann Einarsson, og Ármann Einarsson starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða hjá Íslandssjóðum. Íslandssjóðir er rekstrarfélag sem rekur þá verðbréfasjóði sem að mestuleyti eru boðnir hjá VAFÍB og Íslandsbanka, og hann er til dæmis að stýra hlutabréfasjóðnum sem er sjóður sem er svona svokallaður virkur eða stýrður hlutabréfasjóður, þannig að Ármann þarf að vera að taka afstöðu til markaðarins og hvert hann er að stefna og er okkar helsti sérfræðingur í tæknigreiningu. En ég ætla að gefa honum orðið og endilega fylgjast vel með og svo getum við tekið gott spjall þetta í lok fundar. Já, takk fyrir það, Björn. Góðan daginn og velkomin á fræðslunámskeið VAFÍB. Er ekki örugglega allir búin að fá sér kaffi og bara til í slaginn? Við ætlum að byrja á því að skoða hvað tæknigreining er. En með tæknigreiningu er hægt að spá fyrir verðhreyfingar í framtíð með því að skoða verðhreyfingar í fortíð. Það er ekki verið að spá fyrir nákvæma verðþróun í framtíðinni með tæknigreiningu, heldur hvað er líklegt að gerist með verðþróun í framtíð. Kenningin mikla skilvirkni á markaði segir að núverandi verð endurspegli allar upplýsingar á markaði, allar opinberar upplýsingar á markaði. Verð á hlutabréfum er ófyrirsjáanlegt og fullkomlega háð tilviljun og ekki hægt að gera betur heldur en markaðurinn til lengri tíma. En í tæknigreiningu er hins vegar gengið út úr því að markaðurinn sé ekki á öllu leyti skilvirkur. Það er að verðþróun ræðst ekki að hendingu einni, heldur getur markaður haldið óbreyttri stefnu til hækkunar eða lækkunar nokkurt skeið. Og í tæknigreiningu er ekki tekið tillit til frétta af fyrirtækjum, hagnaði eða öðrum grunnstærðum, líkt og í grunngreiningu, því að áhrif af þessum þáttum er þegar komin inn í verðið og því í raun óþarfi að skoða það. En til hvers að nota tæknigreiningu? Jú, tæknigreining er góð aðferð til þess að tímasetja kaup og sölu á skráðum verðbréfum og gjaldeyri á markaði. Í grunngreiningu er jafnan notað langt tímasvið en hægt að nota tæknigreiningu til að taka fjárfestingar ákvarðanir til skemmri tíma en einnig til lengri tíma. Hægt að skoða gögn með tæknigreiningu sem grunngreining nær hreinlega ekki til dæmis hvert jafnvægi er á milli framboðs og eftirspurnar í hlutabréfum á hverju sinni á markaðnum. Til þess þarf að greina hvernig verðið sjálft er að breytast og hversu mikill áhugi er á viðskiptunum sem kemur fram í veltunni að baki verðmynduninni. Þannig að fjárfestar og fagaðilar ættu því að vera betur settir með því að nota bæði grunngreiningu og tæknigreiningu við sínar fjárfestingar ákvarðanir. Tæknigreiningu og grunngreiningu er stundum stilt upp á móti hver annarri, þannig að ef þú aðhyllist grunngreiningu þá máttu ekki eða getur ekki nota tæknigreiningu, en það er alls ekki þannig. Þeir sem hafa náð sem bestum árangri í til dæmis ávöxtun hlutabréfa notast við bæði tæknigreiningu og grunngreiningu. Ef maður skoða hvernig tæknigreining var til, svona stuttlega rekjasöguna. Japanir byrjaði að nota tæknigreiningu á 18. öld til þess að spá fyrir verð á hrísgrjónum. En sú tæknigreining sem við notumst við í dag, að hún á uppruna sína rekja til Charles Dow
sem var blaðamaður allir sína tíð og fjallaði fréttir af Wall Street í Bandaríkjunum. Hann stofnaði síðar Dow Jones og Company, en Dow hann birti fyrstu hlutabréfavísitöluna árið 1884 og var hún samsett af dagslokagengi 11 félaga og að tilgangur hennar að endurspegla fjárhagslega heilsu efnahagslífsins í Bandaríkjunum. Dow skipti síðan vísitölunni upp í tvennt síðan meir eftir að félögum fjölgaði á markaði í Bandaríkjunum. Annars vegar var það samgönguvísitalan eða Dow Transport og svo iðnaðarvísitalan Dow Jones Industrial sem að flestir þekkja. Dow setti síðan hugmyndir sínar fram hegðun hlutabréfamarkaðar í greinum sem birtist í Wall Street Journal, en þessar hugmyndir voru síðar, eftir hann lést, voru teknar saman og kallar kenningar Dow eða Dow Theory á ensku. En Dow hann tók eftir því að þegar verðþróun vísitalna var skoðuð að þá kom í ljós að hreyfingar á gengi vísitalna áttu það til að mynda endurtekinni mynstur og skoðanir fólks á fjárfestingum, fjárfestingatími og tilfinningar hefðu mikil áhrif á verðþróun vísitalna. En kenning Dow var sett fram í 6 liðum og fyrsti liðurinn að allar upplýsingar endurspeglast í núverandi verði. Númer 2, stefna markaðarins skilgreind á 3 tímasviðum. Og það er meginstefna sem gildir frá 6 mánuðum til fáeina ára, millistefna sem gildir frá 1 mánuði til 6 mánaða og svo dagsstefna sem nær til 1 mánaðar og skemmri tíma. Og síðan hefur þessi meginstefna 3 fasa og fyrst er söfnunarfasinn neðst í sveiflunni. Ef fyrri stefna er niður hér lengst til vinstri á grafinu að þá kaupa forsölu fjárfestar hlutabréf af þeim sem hafa mist alla von, sem eru búin að vera eiga hlutabréf í lækkunarhrínunni og búin að mista alla von, og þeir kaupa þessu gildum í þeirri von að efnahagslífið taki við sér og að markaðurinn taki að hækka. Og á þessu, og síðan kemur almenni fasinn að þá stefna markaðurinn byrja að snúa og hagur fyrirtækja vænkast og uppgangur í efnahagslífinu. Og það laðar almenna fjárfesta að borðinu, aukin ávöxtun, góður gangur á hlutabréfamarkaði. Það laðar fjárfesta inn. Síðan hefst sölufasinn þegar fyrirsagnir hafa aldrei verið jákvæðar efnahagslífið og gang fyrirtækja og spákaupmennska eykst og þáttaka almennings sömuleiðis. Og í þessum hluta selja þeir sem að keyptu í söfnunarfasanum að þeir selja hér efst á toppnum áður en að spákaupmennir fara út og áður en að almenni fjárfestar byrja því. Og síðan förum við bara niður og sagan endurtekur sig. En þetta minnir margt á aðstæður í heiminum 2007-2008. Þannig að það hefur ekki mikið breyst á 100 árum. En fjórða kennisengin Dow var að vísitölur þurfa að fylgjast að í ný hágildi eða lággildi og það er til þess að staðfesta stefnu markaðar til hækkunar eða lækkunar. Það voru í tilviki Dow Transport og Dow Jones vísitalan sem þurfti að fylgjast að í ný hágildi eða ný lággildi. Þau þurfti ekki endilega að gera á sama tíma en það mátti heldur ekki líða of langur tíma á milli. Dow áleit að velta væri mikilvæg en ekki nauðsynleg til að staðfesta stefnu markaðarins. Ef meginstefna er til hækkunar, þá átti velta að aukast þegar vísitölur hækka í verði, en velta átti að minnka þegar vísitölur lækka í verði og svo öfugt þegar meginstefna er til lækkunar. Og loka kennisetning var að stefna markaðarins er í gildi þar til annað sannast. Það er að hluti sem er á hreyfingu eða ferð í ákveðna átt fer jafnan í sömu átt þangað til að annað afl breytir stefnunni. En við skulum skoða þetta aðeins sjónrænt á kortum. Hér sjáum við stefnu markaðarins og hún getur verið alltaf upp, niður eða til hliðar. Og hér sjáum við meginstefnu S&P 500 vísitölunar frá, hún er til hækkunar árið 2004 til 2007 vegna sífellt hærri hápunta og lægri hápunta sem eru teknaðir með grænum örfum.
Við sjáum hérna að þeir fara sífellt hækkandi og þá getum við greint að stefnan er upp, meginstefnan er upp til lengri tíma. En stefnan breytir síðan til lækkunar í byrjun árs 2008 þegar lággildi júlímánaðar, táknað með rauðum hring hérna, er rofið niður á við og eftir það mynda vísitalan sífellt lægri hápunta og lægri lágpunta í kjölfærið. Þannig að hérna getum við með einföldum hætti greint með hápuntum og lágpuntum hver stefna markaðarins er. Stefnulínur eru notaðar til að greina stefnu markaðar en einnig til að staðfesta stefnuna. Og það eru líka notaðar til að finna hugsanleg stuðningsskildi þegar markaðarstefnur upp á við og viðnámsskildi þegar stefna þessi niður. Og hér sjáum við að meginstefna Dow Jones er til hækkunar í yfir 1 ár, táknað með grænni línu. Síðan kemur skammvinn leiðrétting á dagstefnunni hér, táknað með blárri línu frá mars til maí og síðan er millistefnan hérna táknað með rauðri línu, hún er niður hérna frá ágúst til nóvember á þessu tímabili. Þannig að við sjáum að við getum notað stefnulínur til að hjálpa okkur við að greina átt markaðarins og hérna stefnubreytingar innan meginstefnunar. Hér sjáum við dæmi af innlendum markaði. Hérna er meginstefna Marel sett upp á graf og hér er verðþróun Marel. Við sjáum að meginstefna Marel er til hækkunar frá mars 2009 til janúar 2012, táknað með appelsínugulu línu. Síðan tekum við hérna, þegar þessi lína er brotin niður á við, hægra megin hérna á grafinu, að þá tekum við leiðrétting sem varir í 5 mánuði. Síðan kemur einhver stuðningur hérna inn og kaupmyndir stíg inn og bréfið tekur að hækka á ný en nær ekki komast yfir þetta viðnám hér og myndar svokallað tvöfalt toppmynstur sem við förum í gegnum á eftir. En meginstefna Marel í dag er því til hliðar samkvæmt þessu korti. Stuðningur og viðnám. Brotið viðnám breytist í stuðning og öfugt. Og hér sjáum við að það er sýnilegt viðnám í kringum $42 í GTX sem er síðan brotið upp á við og verður síðan að stuðningi þegar það kemur lækkun í bréfið. Ef að stuðningur á ákveðnu verði þá þýðir það að fjárfestar hafa keypt á því verði og þegar það verði lækkar undir kaupverðið að það átt að fjárfestar sig á því að þeir hafa gert mistök og vilja vanlega selja aftur þegar komast nærri kaupverðinu, þeir vilja ekki tapa sínum pening. Þannig að tæknigreining snýst svolítið það að átta sig þegar á því að í viðskiptum að þá eru fjárfestar alltaf að leita eftir því að leita eftir hagnaði í vonum hagnað en eru líka óttaslegnir að tapa peningum sínum. Skurðlínur eru notaðar til að ákvarða hugsanleg stuðnings- og viðnámsgildi. Hér sjáum við vísitölugildi Dow Jones og það sveiflast hérna á milli upphallandi skurðlína. Við sjáum hérna að það er viðnám hérna við efri blálínuna, efri skurðlínu, en stuðningur hérna við neðri skurðlínu. Og hérna var það hægt á að greina kannski hvar væri ákjósanlegt að fara inn og út úr stöðum með við þessa skurðlínu og hérna láta hana hjálpa sér til að taka ákvörðun það. Markaðurinn fer vanalega aldrei bara beint upp eða beint niður, hann sveiflast alltaf svona fram upp og niður í rauninni og það má svona í einföldu máli segja að hann taki 1 skref fram og 2 skref fram og 1 skref aftur en þá getum við mælt hversu sterk stefna markaðarins er. Þegar millistefna markaðar breytist úr upp í niður að þá tökum við leiðrétting en sú leiðrétting getur numið helmingi af fyrri hreyfingu, það sé að hreyfinguna upp, 1/3 eða 2/3 af hreyfingunni, allt eftir því hversu sterk stefnan er. Og hér er dæmið sem sagt millistefnu úrvalsvísitölunar sem er til hækkunar frá nóvember 2011 til júní 2012. En við það tekur leiðrétting þegar þessi stefnulína er rofin hérna niður á við, appelsínugula stefnulínan. Og þá tökum við leiðrétting sem nemur tæpum 2/3 af hækkuninni frá nóvember, þessari hækkun hér, 2011 til júní 2012. Þannig
Þannig ef lækkunin hefði numið meira en 2/3 af fyrri hækkun, þá mátti gera ráð fyrir því að vísitalan færi niður að næsta stuðningsgildi sem væri lággildi í október 2011. Og þá ætlum við að fara yfir kortagreiningu, en með kortagreiningu eru verðhreyfingar í fortíð skoðaðar sjónrænt til þess að spá fyrir verðbreytingar í framtíð. Nú svipaði svo vorum að gera áðan í rauninni, en þar koma kortamynstrin inn í þetta og það eru til tvær gerðir af verðmynstrum, annars vegar snúningsmynstur og hins vegar framhaldsmynstur. Snúningsmynstur gefa til kynna að snúning sé að vænta frá fyrri stefnu, en framhaldsmynstur gefa til kynna að markaðurinn sé í skammun hliði frá núverandi stefnu áður en stefnan heldur áfram sömu leið og áður. Við skulum aðeins kíkja á það. Og þessi mynstur ber oft svona frekar skemmtileg nöfn. Hérna höfum við sennilega svona það vinsælasta og svona mikilvægasta að það haus- og axlarmynstrið eða head and shoulders pattern. Það sem snúningsmynstur sem að lýsir sig þannig að það myndast vinstri öxl, haus og hægri öxl í verðhreyfingunni. Við sjáum hérna í punkti A, vinstra megin á grafinu, að þar stefnan bara upp og ekki annað fyrir sig á þeim tíma. Síðan kemur leiðrétting á punkti B, síðan fer verðið á hlutabréfinu upp í punkti C og stefnan ennþá til hækkunar. Síðan kemur leiðrétting á ný og þá fer verðið niður að punkti D hér, finnur stuðning hérna við punkt B, síðan kemur eftirspurn á ný, kaupendur koma hérna inn, en það ekki næg eftirspurn til að keyra verðið aftur upp á punkti C eða hærra, heldur fer það aftur niður. Og þá er þetta að teikna hérna ákveðna línu mynsturins sem hérna frá B til D og út. Þannig að ef þetta viðnám hérna hægra megin á grafinu rofið niður á við, að þá má búast við því að verðið muni lækka í kjölfarið. Þannig að við sjáum að hálslínan svokallaða rofin hérna niður á við og þá hefur stefnurinni breyst úr upp í niður. Og þessu hérna sem sagt dæmi Nike hérna á nýsegmarkaði. Þannig að og verðið leitar oftast upp í viðnámu ný áður en að lækkunin kemur aftur inn. Hér sjáum við dæmi af innlendamarkaðnum. Hérna Vodafone sem var skráð í kaupvillina 12. mars 2012 og eftir ágætishækkun í byrjun árs 2013 myndaði Vodafone haus- og axlarmynstur. Og við sjáum hérna að hálslínu stuðningurinn var rofinn í maí 2013 og hálslínu stuðningurinn hérna táknaði með appelsínugulli línu og eftir það féll gengið skart og við sjáum hérna vinstri öxlina, hausinn og hægri öxlina og þessir hérna vinstri öxlin og hægri öxlin eru nákvæmlega sami punkturinn, sama verðið. Og hér, þessi mikla hreyfing hér niður, þetta mikla gap eins og að kalla að það sem sagt kom eftir að fyrirtæki skilaði frekar lélu uppgjöri og sem var langt undir væntingum markaðsaðila, en einhverjir hafa svo sem byrjað að hafa væntingar til þess að uppgjörið yrði ekki nægilega gott. Haus og axlar á hvolfi, það í rauninni spegilmynstur af haus og öxlum og hér sjáum við breska pundið, gengisvísitölu breska pundsins og hún myndar hérna á niðri leið og hér myndast vinstri öxlin, vinstra megin á grafinu og hausinn í miðjunni og hægri öxlin. Svo hérna ákvörðunargildi mynstursins, það hálslínan og hún rofin hérna upp á við hægra megin og eftir það snýst verðið til hækkunar úr lækkun. Tvöfaldur toppur lýsir sér þannig að hann hefur tvö hágildi á svipuðum slóðum, táknar þetta með A-punkti og C-punkti og þetta nokkuð algengt mynstur og auðþekkjanlegt. Við sjáum hérna að gengi XLF nær 9 hæðum í punkti A og hörfa síðan niður á punkti B, fer aftur upp að punkti C sem nær ekki loka yfir hágildi punkti A
sem bendir til þess að kaupendur eru ekki tilbúin að kaupa bréfin alltaf, heldur vilja að selja og telja ekki að fara í hærra. Að myndast aukið framboð hérna. Þannig að verðið hörfa niður á punkti D og þá eru við komin að ákvörðunar gildi miðstöðsins sem er hérna stuðningur B og hann er rofinn hérna niður við sem er táknað með rauðum hring. Og eftir það sem sagt er líklegt að verði leitið niður á við því að kaupendur eru ekki tilbúinir að stíga inn að svo stöddu. Tvöfaldur botn er spegilmynd af tvöföldum toppi. Hérna sjáum við Nasdaq kauphallarsjóðinn á árunum 2008-2009. Hann sem sagt myndar hérna lággildi í nóvember 2008 eftir að fjármálakrisen náði hámarki. Fer síðan hérna upp og myndar hér viðnám, táknað með rauðri línu. Fer síðan aftur niður að lággildinu hérna í mars 2009 en þegar viðnámið er hérna rofið upp á við þá var það merki að það versta væri afstaða í rauninni frá því að fjármálakrisen byrjaði árið 2007 eftir að þetta viðnám var rofið hér. Þrefaldur toppur svipar til höfuðs- og axla miðstöðsins en er mun sjaldgæfara. Og munurinn er bara sá að þrefaldur toppur hefur 3 hágildi sem á svipuðum slóðum og þau eru hérna táknuð með appelsínugulum hring. Við sjáum að verðið hérna er til hækkunar fyrst sinn en síðan kemur leiðrétting og verðið reynir að fara yfir þetta hágildi hér en það kemur aftur söluþrýstingur á vísitöluna. Og í þriðja sinn nær það ekki einu sinni alla leið hér og þegar upphallandi stuðningslínan hér táknuð með rauðri línu er rofin niður á við að það má búast við því að stefnan hafi breyst úr upp í niður. Og þrefaldur botn mynstrið, þetta er þrefaldur toppur, þrefaldur botn er bara spegilmynstur af þrefaldur toppi og ef slíkt gerist og það mynstur klárast þá er líklegt að verðmuni í kjölfarið hækka. Hérna er annað skemmtilegt nafn, bolli með haldi, cup with a handle. Slíkt mynstur er með þeim hætti að stefnan breytist hægt og rólega úr niðurstefnu í stefnu til hliðar og síðan stefnu upp á við. Og slík mynstur eru vanlega sjáanleg á vikulegum og mánaðarlegum kortum til lengri tíma. En því lengur sem mynstrið er að myndast, að því öflugra verður það oft. Og hér er dæmi þetta mynstur sem varir hérna í 4 ár, þessi grunnur, hjá fyrirtækinu Bristol Myers Squibb í Bandaríkjunum. En umsnúningur verður síðan í kringum 13 þegar viðnámið er rofið, sem er táknað með rauðri línu, þegar viðnámið er rofið upp á við og þá tökum við snörp hækkun á verðinu. VAF-mynstur, það myndast með mjög skjótum hætti og vanlega þegar markar er orðið mjög teygður í aðra áttina og þegar tilfinningar eru miklar á markanum. Eins og var árið 2009 þegar markarinn snýr. Þessi mynstur gerst með mjög skjótum hætti þannig að það er erfitt að greina þau fyrir svona eftir á. Þau kannski gefa góða mynd þegar þú horfir á kort og lítur tilbaka að þá var þetta umsnúningspunkturinn. En árið 2009 varð vísitalan mjög teygð niður og myndar hérna lággildi en snýr svo bara nánast við á punktinum og fer til hækkunar. Síðan má segja kannski að síðan meir er svona orðið meira kannski rólegheit og þá getur maður svona greint hvort mynstrið er til hækkunar eða hækkunar. En það er mjög erfitt að ná þessum mynstrum eða gera trade á þeim en enga sér fróðleg. Og þá komum við að framhaldsmynstrum. En þið munið að framhaldsmynstur þau gefa til kynna að markaðurinn sé í skammunu hléi frá núverandi stefnu áður en stefnan heldur áfram sömu leið. Og hér sjáum við að ef að stefnan var til hækkunar og mynstri klárast eins og við mætti búast þá er líklegt að sú stefna haldi áfram. Og hér sjáum við Dell, verðþróun Dell og sjáum að hér er viðnámslína sem að stefnir niður á við en
hér er stuðningslína sem er upphallandi og þegar verðið brýst hérna fyrir ofan bláu efri vinarslínuna að þá fer verðið upp á við. Það er hægt að mæla hugsanlegt markgengi verðsins eða þríhyrningsins þegar mynsturinn er lokið með því að mæla hæð þríhyrningsins sem er hérna, þar sem hann er lengstur og bæta hæðinni við efsta punkt hérna þríhyrningsins til að svona gefa sér í hugulund hversu hátt þessi hækkun geti farið í einum og góðum rykk. En ef að stefna var til lækkunar að þá má búast við því að samhverfi þríhyrningurinn leiði til áframhaldandi lækkunar. Upphallandi þríhyrningur er sem sagt bólamynstur eða bullish pattern og ef sem sagt viðnámið fer fyrir ofan lárétta viðnámið að þá er það merkjum að stefnan muni vera áfram til hækkunar. Hér sjáum við bandaríska olíufyrirtækið Halliburton sem myndaði upphallandi þríhyrning á milli árunum 2007 og 2008 en brýtur síðan viðnámið hérna sem er táknað með grænur hring hérna hægra megin og eftir það heldur verðið áfram sín leið upp. Þannig að það er búið hérna hækkunarferli, svo kemur smá svona tímið þar sem að fjárfestar eru að ykkur að selja og melta og meta hlutina en eftir að þetta viðnám er rofið þá er þessi hækkun nokkuð skörp hérna. Og síðan spegilmyndin, niðurhallandi þríhyrningur, það er bjarnamynstur eða bearish pattern og ef að verðið fer niður fyrir lárétta stuðninginn er það merkjum að stefnan mun vera áfram til lækkunar. Þannig að þegar þetta stuðningsskildi hér er rofið niður á við, táknað með rauðum hring, að þá er líklegt að verðið mun lækka í kjölfarið. Fáni, það er svolítið skemmtilegt mynstur, það kemur oftast eftir snarpa hækkun eða lækkun, snarpa hreyfingu á markaði og kemur vanlega þegar markaðurinn hefur farið fram úr sér. Þetta er sem sagt skammtíma mynstur og varir bara í 1 til 3 vikur. Og hér sjáum við Staples í Bandaríkjunum myndar hér rísandi fánamynstur eftir snögga lækkun. Þannig sjáum við hérna að þetta er mikil hreyfing hérna og rauninni er viðnámið hér rofið niður á við að þá myndast hérna svona ákveðin kaupþrýstingur í skamman tíma áður en að sá áhugi dvínar mjög og hér er þetta ákvörðunargildi þessa línu. Það er sem sagt þegar þessi stuðningslína er rofin að þá er líklegt að verðið muni snúast til að vera áfram til lækkunar í rauninni. Og fánamynstur sem er fallandi í kjölfar á stefnu til hækkunar er bólamynstur. Það er sem sagt spegilmynd af þessi mynstri. Hér er dæmi af innlendamarkaðnum, innlenda hlutabréfamarkaðnum. Þetta er sem sagt gengi Icelandair Group frá áramótum sem hefur verið sterkasta félagið í kauphöllinni og við sjáum að það hefur svona einkennist af framhaldsmynstrum. Við sjáum hérna að gengi hækkaði skarpt í janúar og myndaði fánamynstur í lok mánaðarins en þegar hérna gengi náði að brjóta efri fánulínuna að þá lá leiðin bara áfram upp á við og hún er hérna táknuð með appelsínugulum línum, þetta fánamynstur. Síðan eftir góða hækkun fram í mars að þá kemur skammvinn leiðrétting í verðið en stefnan er þó áfram til hækkunar þar sem að við myndum alltaf hærri hágildi og hærri lággildi og sömu aðstæður eru uppi í maí og júní. Í ágúst síðast, núna í ágúst að þá nær gengið enn og nýjum hæðum en viðnám myndast rétt fyrir ofan 15 og í september myndast þessi síðan upphallandi þríhyrningur sem á eftir að brjóta þetta viðnám. Þetta er bara dagslögu gengið í fyrradag á Icelandair. Þannig að til þess að signalera það að stefna félagsins sé ennþá til hækkunar. En það var ekki sést nein merki að millistefna félagsins sé í raun að breytast og eins og sé þá hefur þetta verið langsterkasta félag frá áramótum í kauphöllinni. Þá komum við að sveifluvísum og töfðumvísum. En þeir sem sagt gefa til kynna þegar markaðurinn er kominn að öfgamörkum í aðra áttina og er þar að leiðandi viðkomu fyrir því að fara í gagnstæða átt til leiðréttingar.
Slíkar aðstæður verða til þegar misvægi er á markaðnum og offramboð eða umfram eftirspurn eftir hlutabréfum myndast. Með sveifluvísum er reynt að leita eftir hæsta verðpunkti í uppsveiflu eða lágpunkti í niðursveiflu áður en að viðsnúningurinn verður. Hægt er að mæla skriðþunga markaðarins, það er að segja hve mikill hraði og þungi er að baki þeim breytingum sem koma fram í hlutabréfaverðinu. Og síðan ef að verðhreyfing og sveifluvísar fara ekki saman, þá geta verið merking að skriðþungi markaðarins sé að minnka og hugsanlegan viðsnúning sé að ræða framundan. Hér sjáum við dæmi slíkan sveifluvísi og þeir eru mjög margir. Ég ætla bara að taka eitt dæmi hér í dag, en þeir eru mjög margir og menn nota þá mismunandi. En sem sagt, RSI, Relative Strength Index, gefur til kynna þegar markaður er ofkeyptur eða ofseldur. Og hér sjáum við að það er hérna á neðra planinu, að það er RSI og hann er á skalanum frá 0 til 100 og mæling undir 30 er vísbending um offramboð á markaði, en allt yfir 70 er til marks að umfram eftirspurn er til bréfinu og þá sé líklegt að snúa við. Hann er vanlega notað þannig að þegar að menn kaupa ekki þegar hann sker niður á við, heldur þegar hann sker aftur upp á við. Hér. Og hér sjáum við sem sagt þessi vísitala eftir hérna lækkun sýnir offramboðs aðstæður eða yfirseldar aðstæður í byrjun 2008 þegar fyrir undir 30. En síðan fikrar að verða þessu upp aftur hérna og 4 mánuðir síðar er það komið hérna í þetta hágildi hér hægra megin. Og þá táknar RSI eða myndar RSI hérna umfram eftirspurn á ný og síðan lækkar verðið hérna niður og þá kemur aftur merkjum það að það séu orðið offramboð og hugsanlega merkjum að kaupa. Þetta er líka notað þannig að það er líka tekið stefnulína oft á sjálfan sveifluvísinn. Þannig sjáum við hérna ef við myndum tekna línu hér að þá myndi koma sölumerki einhvers staðar hér þar sem rauða örn er og einnig líka hérna ef við myndum tekna línu hér niður á við þar sem græna örn er lengst til hægri að þar myndum við líka fá kauppunkt. Hvernig er RSI reiknað? Já, ég ætla ekki að fara út í nákvæma reikninga á því, en það sem sagt, hann mælir sem sagt þennan skriðþunga, það er að segja, og hér er notað sem sagt 9 daga meðaltal, eða 9 dagar er notaðir í kvarðan, þannig að þetta mælir henni hversu mikill skriðþungi er á markaðnum og hversu mikið er á bakveða. Þannig að það, ég get leiðbeint með það hvernig þú getur fundið út hvernig hann er reiknaður og það eru margar góða síður um það. Ég get sýnt þér það á eftir. En hér er sem dæmi það þegar verðhreyfing vísitölunar og sveifluvísins fara ekki saman. Hér sjáum við að Dow Jones vísitalan, hún fer hér, myndar nýtt hágildi sem er táknað með grænni línu upp á við. En RSI gerir ekki slíkt hið sama. Það sem sagt myndar lægri hápunkt hér sem táknað með rauðri línu. Og þetta gefur til kynna að skriðþungin á markaðnum er að minnka og viðsnúningur í vændum, eða hugsanlegur viðsnúningur í vændum. Þá komum við að töfðum vísum, en þeir sem sagt eru notaðir til þess að staðfesta tiltekna stefnu markaðarins og hlaupandi meðaltal er notað í þessum tilgangi. Því lengra meðaltal sem er notað, því betur jafnar meðaltali flöktið í hlutabréfaverðinu. Og hlaupandi meðaltal getur líka verið notað sem stuðnings- og viðnámsgildi. Og þá komum við af mjög vinsælum sveifluvísi, MACD. Hann sem sagt sameinar kosti sveifluvísa og táðavísa. Og MACD er sem sagt skammstöðun fyrir hið stutta og auðvelda nafn Moving Average Convergence Divergence. Og er sem sagt mismunurinn á milli tveggja meðaltala. Oftast er notað sem sagt 12 daga tímabil í stutta meðaltalið, en sem er hraðalínan, og 26 dagar í langa meðaltalið, í hægulínuna. Og kaupmerki fæst þegar hraðalínan fer yfir þá hægu, en sölumerki þegar hraðalínan fer undir þá hægu. Og líkt og með RSI að þá er þetta að mæla hvort að skriðþungin sé hugsanlega að fara að minnka
En við skulum taka dæmi hérna kaupa- og sölumerki á MACD. Hérna Dow Jones vísitalan og við sjáum að hér hraðaralínan undir sem táknum sölumerki, en hér kemur kaupmerki sem táknum grænni línu, lóðréttri grænni línu og blár hringur utan á það, að þá hraðalínan að fara yfir hægulínuna og þar gefur merki að skriðþungin sé að aukast í átt upp, en síðan kemur sölumerki þegar að hraðalínan fer undir á hægu og gefur merki að skriðþungin sé að minnka á ný. Þannig við sjáum að við myndum kaupa hér í þessu gildi hér cirka og selja hér, þá er það ágætis hagnaður á því og síðan hér aftur á móti sölumerki góð vísbending að það sé hugsanlega toppur í nánd og við munum fara að læra. Þannig er hægt að nota MACD til að taka allar tilfinningar út og bara gera rauninni kerfi þar sem hún getur keypt og selt án þess að hafa ykkur að skoðuna því sjálfur. En þess bara geta það náttúrulega oft geta komið þegar markaðurinn ekki að kannski stefnir ekki mjög lengi í sömu átt og þá náttúrulega geta komið merki sem að virka ekki. En ég sýni það náttúrulega ekki hér. En síðan dæmi þegar verðhreyfingin og MACD fara ekki saman. Þetta verðmyndun á olíu eða verð á olíu og við sjáum að það nær lággildi hér í janúar 2007 og sjáum að stefnan niður, táknum með rauðri línu. En MACD, hann gerir ekki slíkt hið sama, hann í rauninni myndar hærra lággildi hér, sem sjáum táknum með grænni línu, sem þýðir að kannski skriðþungin að minnka og sölupressan að minnka líka á olíunni og síðan verður viðsnúningurinn. Og það má í rauninni líka greina á þessu korti, má greina ákveðið mynstur líka að auki. Ykkur með það? Hvaða mynstur það er? Tvei tómar? Ekki alveg. Það er snúningsmynstur til hækkunar og það er í rauninni öfugt haus- og axlarmynstur. Hérna er vinstri öxlin, hérna er hausinn og hérna er hægri öxlin. Og hérna er síðan ákvörðunargildið sem að myndi þá brjóta upp á við. Þannig að þetta tvennt styður við hvort annað að hér sé til kannski millistefnu eða lengri stefnu ákveðin botn í olíuverði. Hér notum við MACD á heildarvísitölu Kauphallar Íslands frá árinu 2005 til 2008 og hér notað, þetta er langt tímasvið, þannig að hér notum við 13 vikna meðaltal á móti 34 vikna meðaltali til að finna kaup- og sölumerki. Og við sjáum að árið 2006 í mars kemur sölumerki samkvæmt MACD og þá var svokölluð mínikrísa hér á landi, en síðan kemur kaupmerki aftur í ágúst 2006 og við tökum eftir því að hér í júlí 2007 nær vísitalan 9 hæðum, en MACD gera það hins vegar ekki. Við sjáum að hér fyrir miðju að hann er ekki yfir þennan skuggpunkt hér til hægri sem var kannski svona vísbending að skriðþungi var að minnka markaðnum og síðan kemur sölumerki í ágúst 2007. Þannig að sá sem að skoða þetta myndi við kannski taka til greina að skriðþungi var að minnka og hugsanlega að selja eitthvað eða selja alla stöðuna þess vegna. En svona merki til lengri tíma er mjög gott að taka mark á því það eru vanlega merki að sveiflan sé að breytast eða trendið sé að breytast. Hérna er síðan aðeins dæmi af innlendamarkaðnum. Hérna er Reginn sem fór á markað í júlí 2012 og hefur hækkað ágætlega síðan. En hér er bara verðhreyfingin á því. Við kannski sjáum ekkert endilega mjög mikið úr þessu fyrir en við förum að krota í þetta. Við skulum bara gera það, krotum aðeins í þetta og þá sjáum við að þetta einkennist kannski helst af því að hér eru viðnám trekk í trekk brotin upp á við. Hérna fyrst, lengst til vinstri byrjar hefjast viðskipti með Reginn og hér er svona til skemmri tíma má sjá að viðnám sé rofið. En það gerist í rauninni svona 4-5 sinnum á þessari leið að það kemur
að stefnan er til hækkunar, rauninni bara dagstefnan er til hækkunar, svo kemur leiðrétting í dagstefnuna en viðnám alltaf brotið upp á við aftur og aftur. Þannig að við endum með þessa góðu hreyfingu hérna upp á við, alveg þangað til í mars 2013. Að þá má segja að þessi millistefna, nánast langtímastefna sé rófið niður á við. En hins vegar er þetta ekki mikil leiðrétting sem kemur svona til lengri tíma. Við sjáum að ef við myndum mæla þetta með eins og áðan, 1/3 helmingur eða 2/3 af hreyfingunni, þá er þetta tiltölulega lítil hreyfing niður á við, sem getur til kynna að fjárfestar eru tilbúnar að koma inn þannig til lengri tíma. En hér sem sagt dagstefnan, hún sem sagt rofnar hérna niður á við, þarna með grænni línu og verður hérna að viðnámi hér, þarna með rauðri línu hægra megin. Og síðan brjótust við aftur upp á því og erum í rauninni komin yfir þetta hágildi hér sem gæti nú bent til þess að stefna Reyins er svo sem ekki til hliðar lengur heldur frekar uppbóðið eins og staðan er núna. Og hérna síðan úrvalsvísitalan, kort af úrvalsvísitölunni. Þannig að við kannski sjáum ekkert mjög mikið á þessu. En getið þið greint eitthvað svona í fljótu bragði hér? Eitthvað stefnulínu, stuðning? Við skulum aðeins teikna það. Hérna er ég búinn að teikna stefnulínu inn á og sjáum hérna að frá júlí 2012 og til nóvember er millistefnan niður en breytist í upp hérna í nóvember. Á þessu tímabili var Eimskip að koma á markaðinn, var Eimskip skráð á markaðinn og það kom hérna alveg verulegur kaupaáhugi sem að entist alveg þangað til í mars á þessu ári. Og sjáum meira að segja að sko, stefnan hækkar í rauninni sem bendir til náttúrulega að það er meiri eftirspurn og við rauninni brjótum þessa stefnun hér í febrúar en svona lengri tíma stefnan er ekki brotin fyrir í mars eða apríl. En við finnum síðan stuðning frá lággildi júnímánaðar, táknað með gulri línu og þetta er sem sagt verðhreyfingin bara hér, síðan í gær, þessi stjaki hér lengst til hægri, það er bara verðhreyfingin á vísitölunni í gær og þannig að við fundum hérna stuðning og tókum hérna góða hreyfingu upp á við en þetta hér tímabil var náttúrulega ansi skarpt niður á við en það er spurning hvort að þetta sé svona fánamynstur hér í bígerð og hvort við brjóta síðan upp úr því. Síðan hérna teiknum við inn MACD, eða notum MACD á vísitöluna að þá sjáum við að svona, það er hægt að nota MACD til þess að taka líka hjálpa okkur að taka ákvarðanir við að greina þetta. En hér sjáum við að hér verður MACD jákvæður og alveg á sama tíma og stefnubreytingin verður hérna til millitíma, til meðalvanstíma. Hér kemur síðan einmitt sölumerki í janúar en markaðurinn heldur áfram upp. Þannig að þetta er ekki mjög gott merki frá MACD en hins vegar kemur hérna frekar gott merki aftur í júní þegar markaðurinn tekur að hækka og síðan sölumerki aftur hérna í ágúst. Og hérna er komið, má segja, veikt kaupmerki, það er ekki endilega búið að koma hérna. Þið myndir sjá sko þegar þetta græna vex hér, þá er henni komið kaupmerki. En þetta er svona svolítið, það er ekki komið nógu sterkt signal til að við myndum segja að það væri komið, við myndum fara í átt að þessu hágildi hér, enn sem komið er allavega. Hvaða tímabil er þetta að taka þetta MACD? Það er 13.34, það er svona 13 dagar og 34 dagar. En áðan var ég með... Hverju hefur það breytt ef þú breytt í hans? Ef ég myndi til dæmis stytta dagana eða stytta tímabilið þá myndi merkið koma aðeins fyrr en það breytir ekki rosalega miklu þó sko. Það hefur neitt að þess að þá hefur sögri tímabil. Já. Þá fyrir komin aðeins síðar. Já, og þá má myndi leika sem er það að skoða þannig ef maður lengir að styttir hvenær kaupmerkið kemur og hvort. En þetta er mjög persónubundið hvernig menn nota þetta og er enn misjætt sko. En ég nota alltaf 13.34 og það hefur gefist ágætlega. En svona oft er líka nota 12.26. Horfum við í þessum tólum eitthvað á heildarstæð markaðarins þegar það bætast við félögin og svona lítil
Nei, ekki neitt. Já, spurt var hvort að það myndi eitthvað breytast þegar félögum fjölgar með hvernig við myndum nota tæknigreiningu. Svarið við því er nei, við myndum alltaf bara horfa á verðhreyfinguna í því sambandi.